Jæja, góðan daginn, klukkan er 9 og ég ætla að hefja þetta örerindi sem ég kalla Hvað er að frétta. Ég ætla að fjalla svona nýjustu fréttir úr frá umhverfis- og neytendanefnd ASÍ. Við skulum nú sjá, ég held að ég ætti að geta. Já, hér kemur glæran. En ég ætla að fjalla hér ákveðna þætti og þetta verður ekki síðasta skipti sem ég impra þeim verkefnum sem ég ætla að segja frá núna. Þetta eru verkefni þróun, en ég tel að það sé mikilvægt að byrja strax að kynna þau, þó svo þau séu í ákveðnu þróunarferli. Umhverfismálin, þau skipta máli og eru alltaf meira og meira áberandi í allri umræðu og ég tel að við, og þá á ég við verkalýðshreyfinguna, við eigum og berum skyldu til að láta okkar málaflokkinn varða, ekki eingöngu í orði, heldur og einnig í framkvæmd. Og umhverfisnefndin heitir núna Umhverfis- og neytendanefnd. Það var breyting gerð á eftir síðasta þingið að neytendamálin fóru líka undir umhverfisnefndina og það er bara mjög jákvætt að við teljum að umhverfis- og neytendamál þau tvinna mjög vel saman. Og á síðasta þingi okkar í október 2018 þá voru engar formlegar samþykktir umhverfis- eða neytendamál, því miður. Ég tel að það hafi verið einn af fá málaflokkum sem ekki voru neinar miklar og formlegar samþykktir gerðar og það getur líka verið bara mjög jákvætt að þegar þessi nefnd, þegar við fórum af stað, þá var svolítið autt blað. Þetta var bara ánægilegt tækifæri sem við höfðum til þess að byggja upp áherslur sem við töldum að skiptu máli, en að sjálfsögðu þá byggjum við á fyrra starfi nefndarinnar. Umhverfisnefnd er búin að vera til nokkuð tíma sem eina fastanefndum miðstjórnar og það hefur verið unnið ákveðið starf sem við höldum áfram að byggja á. Þannig að okkar áherslur fram til næsta þings eða 2020, það byggir á starfs- og fjárhagsáætlun. Þetta er bara svolítið svona hið formlega umhverfi umhverfis- og neytendanefndar. Fyrra verkefni sem ég ætla að segja frá er heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Það hefur verið fjallað þetta áður en það er mjög mikilvægt að ítreka og endurtaka og fjalla hvað heimsmarkmiðin eru. Það hefur verið gerð könnun og það kemur í ljós að 57% Íslendinga vita eitthvað heimsmarkmiðin. Vita þau eru til en ekki endilega vita hvað þau fjalla. En heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun, þau byggja á þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna en þúsaldarmarkmiðin voru 8 markmið sem Sameinuðu þjóðanna samþykktu árið 2000 og áttu að ná þeim fyrir árið 2015 og þessi markmið meðal annars var áhersla á að útrýma sárustu fátækt og hungri, tryggja öllum grunnmenntun, vinna jafnrétti, bæta heilsu, sjálfbærni, þróun og svo framvegis. Og þessi nýju heimsmarkmið sem að byggja á þúsaldarmarkmiðunum, þau eru svolítið víðtækari og sjálfsögðu byggja á þeirri reynslu sem fékkst af þúsaldarmarkmiðunum, en þau voru samþykkt árið 2015 og þessi markmið gilda til ársins 2030. Og þau eiga að leitast við að tryggja öllum mannréttindi og einnig er mjög mikilvægur þáttur innan heimsmarkmiðanna og það er kynjajafnrétti. Og þau fela í sér 5 meginþemu
sem eru mannkynið, jörðin, hagsæld, friður og samstarf. Og heimsmarkmiðin eru öll samþætt, ég mun sýna það á næstu glæru þegar ég tala hvernig þau eru samþætt og þau eru órjúfanleg og mynda jafnvægi á milli hinna 3 stoða sjálfbærrar þróunar. Og hinn sjálfbæra þróun, það er hinn efnahagslega, félagslega og umhverfisleg. Það eru hinna 3 stoðir sjálfbærrar þróunar. Og nú til dæmis að heimsmarkmiðin, þau byrjuðu sérstaklega var lögð áhersla á að nýta heimsmarkmiðin í allir þróunarsamvinnu. Síðan hafa ríki og stofnanir tekið upp heimsmarkmiðin. Vistu að flest ríki sem eiga aðild að Sameinuðu þjóðunum hafa innleitt heimsmarkmiðin inn í sína stefnu og þar á meðal hefur Íslenska ríki líka gert það. Stofnanir, opinberar stofnanir hafa líka verið að innleiða heimsmarkmiðin en frjáls félagasamtök, samtök eins og Alþýðusambandið, þau hafa ekki ennþá innleitt heimsmarkmiðin en það eru mörg frjáls félagasamtök sem þegar hafa innleitt og það er alltaf fleiri og fleiri að vinna að því að innleiða heimsmarkmiðin inn í sitt starf. Og heimsmarkmiðin eru 17 og undir hverju yfirmarkmiði eru undirmarkmið og þau eru 169 talsins. Þannig að og þó svo að markmiðin séu 17, þá þurfa, sem til dæmis Alþýðusambandið ætla að innleiða eitthvað heimsmarkmiðunum, þá þurfum við ekki að innleiða öll. Við innleiðum þau markmið sem við teljum að passi við það starf sem við erum að vinna. Og það geti meira verið þegar uppi staðið að öll heimsmarkmiðin hentuðu að því markmiðum með þeirri vinnu sem við erum að vinna innan Alþýðusambandsins eða einstök stéttarfélög. En á hverju á verkalýðshreyfingin að vera að skipta sér af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og á hverju ætti við að innleiða þau? Það er bara mjög mikilvægt að við sem svona sterk og stór fjöldahreyfing að við komum að þessari vinnu vegna þess að þetta tengist umhverfismálum, þetta tengist neytendamálum, þetta tengist þeirri baráttu sem að við erum að stefna að sem er jafnvægi og friður meðal almennt, sem nú svolítið svona hátíðleg. En á 4. heimsþingi Alþjóðasamtaka launafólks sem framfór í desember síðastliðnum, þá var fjallað heimsmarkmiðin og á þinginu var samþykkt að öll aðildarfélögin og þar á meðal Ísland myndi leggja áherslu á ákveðin markmið sem ég sýni hér á næstu glæru. Og heimsmarkmiðin þeir kalla á markvissa samræmingu milli stefnu og áætlana. Þannig að það er mjög auðvelt að tengja heimsmarkmiðin við núverandi málefnasvið og málaflokka. Við þurfum ekki að búa málefnasviðina eða málaflokkana til, við bara skoðum hvað er það sem ég er að gera, hvað er það sem mitt stéttarfélag er að gera, hvað er það sem mitt landssamband er að gera og hvernig get ég tengt heimsmarkmiðin við það starf. Og eins og kemur hérna fram, það er mikilvægt að velja markmið og undirmarkmið sem eru mikilvægust fyrir hvert stað eða verkefni. Og það sem við erum að gera núna, við erum að vinna að leiðbeiningum fyrir aðildarfélög ASÍ. En ég hvet ykkur líka
til að bara googla heimsmarkmiðin, þá koma upp alls konar síður. Það komið heilmikið efni á íslensku heimsmarkmiðin og í júní síðastliðið sumar þá var gerð stöðuskýrsla hvernig staða á innleiða heimsmarkmiðina hér á Íslandi, þá náttúrulega sérstaklega út frá ríkisstjórninni, en það mjög góð skýrsla og samantekt og lýsir mjög vel hvernig hægt að innleiða heimsmarkmiðin. Og eins og ég nefndi þá á þingi alþjóðasamtaka verkalýðsfélaga, alþjóðasamtaka launafólks í desember síðastliðnum, þá var lögð sérstök áhersla á þessi 3 markmið. Það jafnrétti kynjanna, sem heimsmarkmið númer 5, og síðan númer 8 sem góð atvinna og hagvöxtur, og númer 10 aukin jöfnuður. Þetta eru þau 3 markmið sem að sérstök áhersla var á að verkalýðshreyfingin inni að. Og síðan þarna markmið númer 12 sem heitir ábyrg neysla og framleiðsla. Þá hafa Norðurlöndin í sínu samstarfi ákveðið að leggja sérstaka áherslu á markmið 12. Og þetta náttúrulega fellur mjög vel að þessum neytendavinkli okkar starfs hjá umhverfis- og neytendanefnd. Þannig að við sjáum strax hvernig við getum aðstoðað aðildarfélögin til að innleiða þessi markmið. Vegna þess að það ekki bara að innleiða markmiðin, það ákveðin þekking og fræðsla sem að fylgir því og við munum bjóða upp á aðstoð og við munum bjóða upp á fræðslu og eins og ég hef alltaf sagt þegar ég var að vinna að innleiðingu jafnréttis áhersla innan verkalýðshreyfingarinnar, þá ég alltaf tilbúin til að koma á fundi, trúnaðarráðsfundi, stjórnarfundi, hvað sem til að fjalla heimsmarkmiðin. Sko nú sjá. Svo það hitt verkefni sem ég ætla að nefna og það verkefnið innleiðingu grænna skrefa. Ég búin að vera að skoða ýmislegt sem hægt væri að nota til að efla umhverfisvitund starfsmanna og kjörinna fulltrúa aðildarfélaga ASÍ. Ég efa ekki að einhverjir ykkar hafa þegar tekið til hendinni og breytt ýmsu ykkar nærumhverfi, hvort sem á vinnustaðnum eða heima fyrir, til dæmis að flokka sorp eða hætt að vera með ruslafötur við starfsstöðvarnar. Þetta verkefni, græn skref, hefur fram til þess að eingöngu verið auglýst og hvatt til þátttöku innan stofnana á vegum hins opinbera. Og sveitarfélög hafa einnig tekið þátt í þessu verkefni. Það umhverfisstofnun sem með yfirumsjón verkefnisins og þetta verkefni, græn skref, það á að auðvelda vinnustöðum að gera rekstur sem umhverfisvænni og minnka umhverfisáhrifin. Það á að draga úr áhrifum á umhverfið, bæta umhverfi starfsmanna og draga úr rekstrarkostnaði. Og ég tel að þessi 2 verkefni, bæði heimsmarkmiðin og grænu skrefin, að innleiða heimsmarkmiðin og græn skref, það bara alveg stórkostlegt ef okkur tekst að gera það. Og sko græn skref, þetta svona í 5 skrefum, maður byrjar að skrefi 1, svo fer maður áfram í skref 2, 3, 4 og 5 og það heimasíða sem heitir bara grænskref.is. Þar hægt á efst á stikkunni á þeirri heimasíðu sem merkt vinnugagn. Þar hægt að finna gátlista og
svona aðgerðalista grænna skrefa og líka einnig upplýsingar til starfsmanna og þetta allt í svona Excel-skjali og þetta mjög aðgengilegt og áhugavert og þetta ekki verið að spurja, ertu búin að gera þetta eða hitt, heldur eru sett upp hugmyndir hvað hægt að gera til þess að gera umhverfisvænna, ef við getum sagt svo. Og við erum líka að vinna leiðbeiningum fyrir aðildarfélögin, hvernig hægt að innleiða græn skref á ykkar vinnustöðum. Þá ég að tala á skrifstofum stéttarfélaga og þessi 2 verkefni sem að við hefum áhuga á að innleiða og vinna markvisst að núna á þessu ári og í báðum tilfellum þá alltaf hægt að hafa samband við mig, bara mariana@asi.is til að ef þið eru með spurningar, ef að ykkur vantar slóðir til að fara inn á, þá ég alltaf tilbúin til að veita þær upplýsingar sem ég get og leiða ykkur áfram. En eins og ég segi, þá munum við einnig, umhverfis- og neytendanefnd, við munum einnig búa til leiðbeinandi gögn fyrir ykkur hvernig á að innleiða heimsmarkmiðin og hvernig hægt að nýta grænu skrefin.